Koma 10. liða dagskrá þróunarsjóður fræðslu og lýðheilsuráðs til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar, þetta er liður 8 í fundargerð bæjarráðs, dagsettur í 18. desember 2005. En þetta var tekið fyrir í fræðslu og lýðheilsuráði 10. desember 2005. Þetta var reglur þróunarsjóð, fræðslu og lýðheilsuráðs og það eru lagðar fram hér til samþykktar. En þetta var síðast gert hér árið 2004, þannig að það er mjög langt síðan. Ég meina að þetta efli gríðarlega kennara bæði í grunn-, leik- og tónlistarskólanum við nýsköpunarverkefni sem að munu gagnast okkur mikið. Þetta er mjög hvetjandi verkefni og er gert í þó nokkuð mörgum sveitarfélögum og ég hef full að trúa að þetta eftir að heppnast afskaplega vel. Þetta er lagt í fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu orðið laust þannig lið til máls tekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ef ég er með rétt skjal fyrir fram að mig varðandi þessar reglur þá ég vona að ég sé með það, því þá hnippið í mig ef ég er í ruglunu. En í fyrsta lagi þá held ég að þetta sé mjög jákvætt skref að innleiða þennan þróunarsjóð og ég held að vanti oft meiri hvata til þess að bara taka af skarið og prófa og segja áfram með nýjum leiðum. Þannig að ég held að sé langstærstu hluta bara mjög jákvætt. Það eru nokkrir hlutir sem ég langaði bara að spyrja út í. Ég hefði einhvern veginn talið að það ætti að vera góð tilvísun í að ná árangri í sambandi með menntastefnu. Mér sýnist hún ekki vera nefnd í þessu samhengi að því ég myndi ímynda mér að þegar það er búið að vera að vinna í gangi með menntastefnu sem er formlega útrunnin áramótin, hún var til 2025, búið að vera að vinna en ef að við viljum vera stefnumótandi aðili til framtíðar sem að vil ná árangri þar þá finnst mér svona æskilegt að horfa til þess að svona þróunarsjóður myndi hafa beina tilvísun í það að ná árangri samkvæmt menntastefnu. Finnst mér æskilegur punktur í að í mat á umsóknum. Svo vil ég bara koma með smá hvatningu að það eru alveg skýrt afmarkað hvað þarf að gera en svona reynslan stundum hefur verið af sjóðum sem að sérstaklega eru kannski ekki mjög mikið fjármagni að gera ferlið ekki of þungt eða að sjálfsögðu þarf að gæta jafnræðis og það þarf að vera hópur sem fer yfir það og það þarf að uppfylla ákveðnar kröfur en svona að eiga það samtal sérstaklega hvernig við getum gert þetta aðgengilegt þannig að verði sjálfu sér á endanum ekki hreinlega meiri vinna við umsókn og eftirfylgni umsóknar heldur en í verkefnið sjálft sem að mér finnst kannski stundum gerast hjá okkur af því við viljum auðvitað vanda okkur. En þannig að ég myndi alveg gjarnan vilja sjá, mælanleg markmið í samhengi við menntastefnun og þannig gæti hún líka stutt við nýja menntastefnu og þannig að verði ekki beint umsóknardrifin heldur kannski líka stefnumótandi og svo eru auðvitað pínu erfitt að sjá hvernig á að skilgreina hann. En eins og ég segi, fyrst og fremst ánægilegt skrefin væri alveg til í að kannski bara spyrja formann fræðslu og lýðheilsuráðs hvort það sé ykkur ástæða fyrir þessu eða hvort þetta sé eitthvað sem er vert að skoða þar að segja tengsl sjóðsins við menntastefnu. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, það eru bæjarfulltrúar, þar sem ég kem nú úr skólaumhverfinu síðastliðin 16 ár, þá held ég bara að það sé mjög gott að halda þessu opnu. Ég held að kennarar bæði í grunn-, leikskólum og tónlistarskóla eru bara að koma með væntanlega spennandi verkefni sem við erum hafa með þetta, varandi að tengja þetta við menntastefnuna og held ég það gerist nú bara ósjálfrátt. Ég verð að viðurkenna ekki alveg að skilja svo sem alveg spurninguna en þessi sjóður verður nú til að byrja með 15 milljónir sem er bara dágóð upphæð og ætti að geta styrt nokkuð mörg frábær verkefni sem eru sótt að niðurregleta samkvæmt menntastefnu. Ég held að það muni bara gerast ósjálfrátt en ég hef ekki miklar áhyggjur af
því, þetta sé ekki nefnt í reglunum. Þannig að heldur bara að vera frábært að byrja með þennan sjóð. Og bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu orðið laust. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þess að geta samþykkt framlaga reglur, gefið merki. Það eru öll.